Komið sæl og blessuð og sæl kæru vatnsmerki, fiskar, krabbar og sporðdrekar. Þessi lestur er fyrir ykkur. Ég er að gera þetta þannig núna að ég er að einbeita mér að erfiðum samskiptum. Mikið af því sem kemur upp þegar maður er að lesa eða miðla eru allskyns samskipti við aðra. Það er jú bara eitt okkar helsta verkefni í þessu lífi, að umgangast aðra og samskipti við þá. Þetta er fyrir vatnsmerkin og ef vatnsmerkin eiga í einhverjum erfiðleikum með fólki í kringu sig, við skulum sjá hvað kemur. Mér sýnist þið, kæru vatnsmerki, vera í bara nokkuð góðum málum. Þið hafið kannski eins og loftmerkin verið svolítið niðursokkin í vinnu og það að skapa fyrir ykkur sjálf, skapa ykkur betra heimili, betra öryggi, betri fjárhag og sem er í sjálfu sér mjög gott mál. Gæti verið vísbending að tíminn sem hefur farið í það hefur bitnað svolítið á samskiptum ykkar við aðra. Hluti af þeim erfiðleikum sem ég sé hérna fyrir ykkur er að þið treystið svolítið á annað fólk og umhverfið í kringum ykkur að veita ykkur inspírasjón eða kveikja neistan hjá ykkur, til dæmis í sambandi við sköpunina ykkar og ef þið eru listafólk af einhverju tagi eins og mörg vatnsmerkin eru, að þá þurfið þið alltaf að hafa ákveðinn brunn til að leita í sem að veitir ykkur hugmyndir að sköpun. Eitthvað getur hafa verið erfitt fyrir sum ykkar að sækja í þennan brunn undanfarið og þið eru kannski ekki alveg átt ykkur á ástæðunni hvers vegna. Að hluta til er það vegna þess að mörg ykkar eru bara að vinna of mikið. Það er að segja að þið eru of mikið með nefið ofan í verkefnunum ykkar. Þurfum við kannski aðeins að líta upp, anda að eitthvað fersku lofti, fara út í náttúruna, sérstaklega kemur hérna, og leyfa ykkur að fá nýjar og ferskar hugmyndir. Ef til vill er líka tíminn núna, vor, sumar, góður tími til að byrja á nýjum hugmyndum. Já, við náttúrulega eigum í samskiptum við annað fólk, en þetta virðist líka vera ykkar máti að eiga í samskiptum við þennan sköpunarbrunn ykkar og sækja í hann. Það eru ákveðin samskipti. Þannig að það er svolítið hluti af erfiðleikunum ykkar, þessi erfiðu samskipti sem við erum að tala um. Það eru hérna ákaflega jákvæð samskipti hins vegar við fólki kringum ykkur og það getur verið eitthvað eitt ákveðið samband hérna þar sem er mjög falleg tenging. Þið gætu verið í mjög sterku, góðu, fallegu sambandi eða hjónabandi, en að megninu til eða fyrir ykkur flest, kæru vatnsmerki, finnst mér þetta vera nýtt samband. Það er einhver ferskleiki við þetta, það er byrjunin á einhverju nýju, það er spenna í loftinu og það er svona
svona tilfinningin að springa út. Þannig að rómantíkin svífur hérna við vötnum og fyrir ykkur sem eru í nýju sambandi þá sé ég enga erfiðleika sem slíka varðandi samskipti, heldur sé ég það að þið eruð að reyna að vanda ykkur eins og þið megi mest í þessu sambandi. Hins vegar er hérna spil, vissulega, sem að heitir hostilities á ensku, bara fjandskapur, hreinlega. Hér fæ ég skilaboð að þið eruð í raun og veru í þeim gír núna að þið eru að reyna að vernda sambandi ykkar gegn fjandskap. Þetta er svolítið sterkt orð, en það getur verið þá hvað sem er sem að hefur truflanir í för með sér fyrir ykkar samband. Við fáum aðeins betri innsýn í þetta þegar ég tek núna fleiri spil. Við byrjum hérna á þessum spilum sem getur gefið okkur smá vísbendingu málin. Já, þetta er greinilega eitthvað þema núna því að það voru fleiri sem fengu þetta annað merki. Þetta er spurning að láta ekki stjórnast af gömlum munstrum og því sem er búið að kenna ykkur. Að sleppa því og reyna að finna nýjar leiðir til að láta hlutina ganga. Sleppa öllu sem að ykkur finnst vera byrði eða erfitt og láta gömlu munstrin eiga sig. Gömlu munstrin voru þarna til þess að læra af þeim og mér finnst eins og þeir séu að mörguleyti búin að því, kæru vatnsmerki. Nú er komin tími fyrir eitthvað nýtt og að sleppa þessu gamla. Já. Ég ætla að taka eitt spil hérna á móti þessu sem að getur verið falið í sig nokkurs konar lausn. Já, gömul forritun, gamalt prógram. Við erum oft forrituð á ákveðin hátt þess að við áttum okkur á því eða lítum á það sem slíkt, en það er eitthvað gamalt sem er ekki að virka núna. Góðar fréttir koma hérna á móti. Bænir þínar hafa verið, þú hefur verið bænherður, kæra vatnsmerki, góðar fréttir á leiðinni og það sem þú ætlaðir að skapa eða það sem þú hefur þráð verður að veruleika. Það er tími til að fagna. Þetta er jákvætt spil, hefur jákvæðan í för með sér og eins og ég sagði áðan þá eru spilin ykkar mjög jákvæð í heildina og fallegt hérna varðandi samskiptin ykkar. Ef til vill eru þið bara sá hluti stjörnumerkjana í dag sem að stendur ekkert í erfiðum samskiptum og það er bara flott. En áminningin er hérna engu að síður að sleppa þessu gamla og hleypa bara jákvæðninu og þessu nýja inn og fagna því og það er nú ekki amalegt. Aðeins að kíkja á hérna síðasta spilið hérna með fjandskapinn sem er í svo hrópandi ósamræmi við hin spilin.
Já, þetta er afbrýðisemi. Ef eitthvað eyðileggur sambönd og eitt af því sem eyðileggur sambönd það er afbrýðisemi. Þannig að þessi fjandskapur sem kemur hérna er afbrýðisemi annarkvort þín eða hins aðilans sem að umræðir og ef til vill er það ákveðin tegund af erfiðum samskiptum sem að þið standið í. Nú er þetta að smella. Afbrýðisemi hefur mikið að gera með traust og það að treysta hinum aðilanum og vonandi er þetta eitthvað sem að ykkur tekst að leysa ykkur þessum aðilum sem að standið að þessu sambandi hér og þessum samskiptum því að tengingin ykkar er afskaplega falleg og góð, en eins og ég segi, hún er í flestum tilvikum glæný og það er ýmislegt sem getur komið upp á meðan að samböndur er ný áður en að þetta traust byrjar að myndast sem að oft er komið í samböndum sem eru lengra komin. Þannig að vertu vakandi fyrir þessu, kæra vatnsmerki, að láta ekki afbrýðisemina ná tökum á þér og ef hún kemur upp að ræða þá hreinskilnislega við hinn aðilann til þess að hún ná ekki að grafa sig og verða ykkur fjötur fót. Það er verið að tala hérna magastöðina sem er vissulega tengist kynlífi og því sem að dregur okkur að hvort öðru. Þannig að þetta er líka vísbending það að hafa orkuna ykkar, kæru vatnsmerki, í jafnvægi og reyna að eiga þetta samband og þessi samskipti út frá hjartastöðinni meira heldur en út frá magastöðinni. Hjartað er hérna mjög skýrt og hver er með lykilinn að þínu hjarta, það er það sem skiptir máli hérna. Rosalega var þetta eitthvað rómantískt. Það er með lykilinn að hjarta einhvers. Þýðir náttúrulega að þú ert að veita honum aðgang að þínu allra heilagasta og þegar afbrýðisemin nær komast þar inn þá er voðinn vís. Eitt tunglspil ætlum við að fá líka. Tunglspilið talar steingetina. Steingetin er í desember og janúar og ef til vill er það einhver svona tími sem að reynir á sambandi ykkar eða þar sem að ákveðnu takmarki er náð. Allavega virðast erfiðleikarnir enda bráðlega samkvæmt þessum skilaboðum. Ef að þú ert, kæra vatnsmerki, í sambandi þar sem að hafa verið erfiðleikar, þá mun þeim bráðum ljúka og það hefur kannski eitthvað að gera með það sem ég var að tala með afbrýðisemina, að ykkur takist að ræða þau mál hreint út. Og það er eitthvað hérna líka varðandi það sem ég var að tala með listamannin áðan sem sækir sér inspirasjón. Þessi tveir aðilar sem eru í þessum samskiptum eða þessu sambandi sem hér ræðir geta líka verið inspirasjón fyrir hvern annan og það er líka einhver punktur sem það þarf að vinna í. Að þið geti sótt í hvern annan eða hvort annað einhvers konar veit ekki alveg hvað ég á að kalla það. Ég kalla það bara inspirasjón. Ég veit að það er sletta
eflaust hægt að finna eitthvað betra orð en mér finnst eins og það sé bara orðið sem einhvern veginn passar. En endirinn á erfiðleikunum á næsta leyti og það getur þá verið vikur eða örfáir mánuðir. Ég ekki að segja að það þurfa að vera til áramóta. Þetta fullt tungl í Steingitt. Ég ekki stjörnuspekingur. Ég veit ekki hvenær það en mér kæmi ekki óvart þó það sé innan nokkurra vikna. Já, kæru vatnsmerki. Það allavega vor í lofti í spilunum ykkur. Hvort sem sambandið nýtt eða gamalt, að það eitthvað nýtt og ferskt að gerast og líka í samskiptum. Síðasta spilið sem þið fáið eru bara allsnægtir frá almættinu. Fara út fyrir egóið og fylgja kærleikanum og þá flæða til þín allsnægtir. Þetta bara í heildina séð gott og jákvætt spil og verið að tala bara alltaf fallega sem að býður ykkur, alltaf fallega sem á eftir að koma til ykkar og svo lengi sem að þið eru meðvituð þetta með afbrýðisemina sem ég var að segja og að leyfa hinum aðilanum að finna einhvers konar inspirasjón í ykkur eða þið í honum. Og finnst mér þetta vera bara mjög jákvætt allt saman. Að sjálfsögðu á þetta ekki við ykkur öll, mín kæru vatnsmerki, og þið eigið til að vera afskaplega viðkvæma lund og viðkvæma sál og allt það. Þannig ég veit að þið gerið hvað sem til að forðast erfið samskipti. Það ekki ykkar tebolli og þess vegna líka kannski eru erfiðleikarnir hérna bara á kantinum og meiri áhersla á þetta jákvæða og góða. En kæru vatnsmerki, þá ætlum ég bara að þakka ykkur fyrir að horfa og hlusta og ég sendi ykkur ljós og kærleika.